Já, bara sæl og þakka fyrir að leyfa mér að koma. Helgi Jónsson með mér, en hann saman á þróunarsviði og Helgi sér svona þau mál sem varða rammaáætlun, þannig að hafa hann með mér En við reistum þessar 2 vindmyllur fyrir á Búrfell í desember 2012 og þær hafa svona verið í rekstri síðan. Það hafa gengið gríðarlega vel, ég ætla svona að koma inn á það eftir. Ég ætla svona fyrst að fara kannski yfir það af hverju við erum að skoða vindorku á Íslandi, af hverju finnst þetta spennandi kostur og svo svona hvað þau áform sem við höfum svona í náinni framtíð. Og fyrir að fyrsta þá uppbygging vindorku í heiminum gríðarlega mikil og hefur verið á undanförnum árum alveg ótrúleg. Eins og við sjáum hérna rétt aldamót þá eru fá lönd og það hafa verið 10 lönd þá sem hafa verið með einhverja vindmyllur eins og þær eru í dag og lítið gert. Núna erum 100 löndi, Ísland var 100. landi til að setja vindmyllur, þannig að við fengum svona viðurkenningu fyrir það sem var skemmtilegt. En það er sem sagt 318 gígawatt af uppsötuafli og svo til viðmiðunar þá íslenska raforkukerfið rúmlega 2 og allt vatnsafl í heiminum 1000 gigawatt og jarðvarminn svona þessum 11 en hann er náttúrulega bundinn við það staðsetningu þar sem hægt er að nýta hann. En vindur þannig að það er vindur alls staðar, það er náttúrulega misvindasamt og misgott að nýta vindorkuna en það er hægt að nýta hana alls staðar og það er sem er mikið horft til vindorku sem sagt orkukost í náinni framtíð og það kemur alltaf mikið líka vegna hlýnunar jarðar og lokun kjarnorkuvera og svo framvegis. Og það hafa verið sem samfara þessari gríðarlegu uppbyggingu, það hafa verið sem alveg stórkostlega tækniframfarir undanfarin ár. Og það hafa leitt til þess að vindorka er á mörgum stöðum í heiminum ódýrasti valmöguleikinn þegar kemur að uppbyggingu nýrra virkjunarkosta. Og eins og ég segi, það er búist við áframhaldandi vexti og lækkun kostnaðar enn meiri lækkun kostnaðar. Nú en af hverju erum við að skoða þetta á Íslandi? Fyrir það fyrsta þá er Ísland rosalega rautt ef liturum var aðeins betur í sem eitthvað var, en það er svona fallega rautt og það er ekki margir staðir í heiminum sem eru svona fallega rauður litur. En þetta þýðir semst að Ísland er meðal þeirra staði í heiminum þar sem vindur á landi er hvað allra mestur. En það sem skiptir líka ótrúlega miklu máli og er ekki alls staðar annars staðar þar sem að vindurinn er svo sterkur, er að við erum með vindraðstæður á mörgum stöðum á Íslandi sem svipa og gerist út á sjó. Ég veit ekki hvort það sé erlendis þá mikið verið að færa vindmyllur út á sjó og það er til að ná stöðugum vind og það hlýst af því að þessar aðstæður hér eru svipaðar út á sjó er að við erum með svona mikið á svona auðnum þar sem er ekki til að taka frá vindurum eða trufla eins og há tré og hús og ýmislegt fleira og þannig að þú þarft að byggja vindmyllunni í þeirra hæð þar sem vindurinn er orðinn stöðugur, hættur að vera svona yfir og fyllar í honum og erlendis þarf þá að fara mjög hátt upp til að komast þar sem að yfir trén og yfir húsin. En hér getur þess að vera með lægri möstur, lægri vindmyllur og þá spara þá ennþá meiri kostnað heldur en mögulega við sjáum erlendis. Og það er eins og ég segja, þessar miklu tækniframfarir og kostnaðurinn er á mikilli niðurleið. Það er þegar í dag, þá er kostnaður við vindorku per megawattstund, þar sem við skoðum þetta er levelized cost of energy og þetta sá eiginleiki sem við skoðum og það er strax í dag orðið svona svipað og við litlar jarðvarmavirkjanir og minni vatnsaflsvirkjanir, kannski svona virkjanir sem eru undir 45 megawatt og eins og segjum þá er kostnaðurinn enn á niðurleið og við búumst í því að þetta verði svona ákjósilegt við að við einhverja virkjunarkosti í náinni framtíð. Nú við erum að skoða líka þessi samlegðaráhrif með vatni sem er gríðarlega mikilvægt því að vindurinn framleiða bara orku þegar vindurinn blæs og það fyrir allt eftir hversu mikið vindurinn blæs, hversu mikið orku er framleiða. Þannig að það verður að vera eitthvað backup í kerfinu svona til að framleiða þegar vindurinn er ekki og þá hentar vatnsaflið einstaklega vel til þess. Vatnsaflið er bara besti orkukostur eiginlega sem völ er á í heiminum, hann er náttúrulega endurnýjanlegur og hefur þann eiginleika að það er að stýra honum en þeir geyma orku í formi vatns í uppstöðulónunum og það er ekki hægt við neina aðra af þessum endurnýjanlegu orkugjöfum. Þannig að við erum svona að skoða þessi samlegðaráhrif þarna milli og sýnum það betra eftir. Og svo það sem að okkur á Landsvirkjun finnst líka áhugavert, það er að þetta til að einfalt í uppsetningu og tekur
stuttan tíma og það er hægt að gera þetta í svona minni einingum. Þannig að við erum að horfa á þetta sem valkost við svona fyrirtæki sem eru kannski ekki til dæmis svo álver sem þurfa miklu orku alveg strax, þá myndum við kannski ekki setja vindmyllur, en svo fyrirtæki sem eru að vaxa hægar eins og gagnaver til dæmis, sem kannski þurfa 5 megawatt, 1 árið, 10, 20, svona vaxa hægt og þá er svona auðvelt að setja upp vindmyllur fyrir þau fyrirtæki eftir því sem markaðurinn krefst hverju sinni. Setjum við það bara upp þær einingar sem þarf og þá ekki í staðinn fyrir að byggja þá stóra virkjun sem kannski ekki öll nýtt strax. Og svo þetta svona mestu afturkrafa framkvæmdir sem náttúrulega einn kostur sem gríðarlega mikilvægur. Svona aðeins rannsóknarverkefni, en það þessar 2 vindmyllur sem við reistum í desember 2012 og þetta þessar langstærstu vindmyllur sem hafa verið reistar á Íslandi og aflmestu. Og tilgangur með verkefninu var svona að skoða hvernig að reka vindmyllur við íslenskar aðstæður og við erum að skoða hluti eins og nýtnihlutfall og upptíma, við erum að skoða kostnað, við erum að skoða umhverfisáhrifin þá svona aðalega í nærumhverfinu, þá á dýralíf og þeirra sem mögulega leiðum þarna svæði og svo svona samfélagi í heild, hvort þetta sé eitthvað sem við Íslendingar höfum áhuga á eða ekki. Og við gerum ýmsar rannsóknir við erum að skoða vindur, lýsingu, ösku sem kannski svolítið sér á þessu svæði þarna mikið ösku og svo ýmislegt fleira. Og vindmyllurnar líta svona út þarna inni. Þær heita E44 og E stendur fyrir Enercon, þetta eru þýskar vindmyllur og frá þessu fyrirtæki sem heitir Enercon. Og 44 stendur fyrir þvermálsspaða sem þýðir að hver spaði er 22 metrar á lengd og mastrið er 55 metra hátt, þannig að vindmyllurnar eru 77 metrar í hæstu stöðu. Þetta eru svona gríðarlega góðar vindmyllur, þetta er svona Rolls-Royce í vindmyllubransanum og það var engin annar sem bauð í þessar 2 vindmyllur hjá okkur þegar við bauðum þær út, en við vorum mjög heppin að enda með þessar, að fengum þessar, þannig að við erum mjög ánægð með þær. En það sem er mikilvægt hérna er að þær eru gerðar fyrir þennan þetta er staðall vindmyllur og það þarf á vindmyllurnar þessar eru gerðar fyrir vindklassa 1 og það er hæsti vindklassa sem vindmyllur eru framleiddar fyrir og það þýðir að maður þarf að vera búin að gera mælingar í masturshæð í bara eins hátt og mastrið nær í helst 2 ár, minnst ár til þess að geta metið vindhraðan í þessari hæð og séð hversu sterkur hann verður og þá til að geta keypt vindmyllur sem passar þeim vindhraða. Þannig að þessi vindmyllur til dæmis geta staðið af sér 70 metrar á sekundu og við höfum mest 55 á þessum stað. Þannig að þetta er svona gríðarlega mikilvægur punktur að það séu keyptar vindmyllur sem henta aðstæðum hverju sinni. Staðsetningin, þetta sést nú kannski ekki nógu vel, en þetta er útfæll og það er mjög brjóstugt, þetta er svona hraunlenda, það er lítill gróður og það er fjallgar að báðum við. Þetta við erum búin að vera að gera svona jarðvegsrannsóknir á svæðinu og sjáum að þetta eru gríðarlega mörg hraunlög, þannig að þetta hefur klárlega verið mjög djúpur dalur, hann er ekki djúpur lengur en þetta er dalur. Þannig að við erum að fá svona trektar áhrif neðan af hálendinu, þar sem vindurinn koma frá neðan af hálendinu og neðan af sjó og það er svona eiginlega alltaf vindur þarna. Þetta er svona gríðarlega gott svæði og lítið svona sem truflar vindinn, eins og mögulega kannski sést betur á blöðunum. Nýtnihlutfallið, það er svona það sem maður skoðar helst. Þegar maður er að setja vindmyllur þá nýtnihlutfall helsti mælikvarði á hagkvæmni staðsetningar. Þetta er það sem skiptir öllu máli. Og það er alltaf reiknað með hæstu mögulegu útkomu. Þannig að vindmyllurnar, eins og ég sagði, það framleiða mismikið eftir hvað vindurinn er sterkur og það framleiða 900 kW mest og það er þegar vindurinn er 15 metrar á sekúndu og yfir. Þannig að við reiknum miðað við það sé alltaf 15 metrar á sekúndu og það sé framleiða í heilt ár og svo raun framleiðsluna og hversu hlutfallið er þar. Og það er þessi 42% og á heimsmeðaltalið 28% og það er með vindmyllum út á sjó. Þannig að við erum klárlega einn af langbest stöðum í heimi til að virkja vindorku ef við kjósum það. Það sem er líka ótrúlega mikilvægt er að þetta er nýtnihlutfallið
fyrir hvern mánuð einu og þetta svona næstu 2 ár, hérna vetur og hérna vetur og þetta svona sýnir það að vindurinn sem sagt nýttlutfallið mest, það mestur vindur á veturinn eins og ég var að tala áðan og minnst á sumrin og það algjörlega í öfugu hlutfalli við innrennsli í lónin á svæðinu á sama tíma á sama stað. Þannig að þetta er innrennsli í uppistöðulón Landsvirkjunar á svæðinu og það langmest á sumrin þegar það lítill vindur og svo öfugt þegar það mikill vindur á veturinn þá erum við með lítill innrennsli í lónin. Þannig að þessi samlegðaráhrif eru gríðarlega mikilvæg og eitthvað sem við erum að horfa mikið í og þetta búið að koma okkur á óvart hversu vel þetta passar raunverulega saman. Annað sem við hefum líka verið að skoða mikið þessi samfélagsáhrif og við gerum okkur grein fyrir að við erum að byggja nýja orkukosti á Íslandi og við viljum vanda okkur mikið við það að vera mjög opin þetta og kynna þetta eins vel og við getum. Við höfum til dæmis verið með núna 2 sumur í röð opið hús á svæðinu þar sem fólk getur komið og heilsað upp á starfsmenn og litið inn í myndum og beint fræðslu og þetta búið að rauðarlega í júlí 2 sumur í röð og það 5.000 manns sem hafa komið. Og það gríðarlega gott, þetta bara fólk sem búið að keyra upp á hálendi með fjölskylduna að skoða vindmyllurnar og þetta svo ótrúlega mikilvægt af því það skiptir svo miklu máli að fólk komi nálægt og heyri í það alls konar svona mýtur og það síðan hávarar og eitthvað svona. Þannig að það skiptir svo miklu máli að fólk upplifi það sjálft í nálægt. Þannig að þetta búið að ganga gríðarlega vel og við erum ótrúlega ánægð hversu mikla aðsókn við fengjum. Og svo hefur ákvæður frá upphafi að hafa rauntíma upplýsingar á heimasíðu Landsvirkjunar. Þannig að alveg frá því að við kveiktum að þá hefur verið hægt að fylgjast með framleiðslunni á heimasíðunni. Og þetta vinsælasta síða Landsvirkjunar og ótrúlega margir sem að fylgjast vel með því sem hvernig það að vinna. Og alveg þannig að það hringt í mig ef það önnur tekin út vegna þess að fyrir viðhald þá fínt og spurt hvað sé önnur úti, hvað gerðist og eitthvað svona, þannig að það mjög skemmtilegt. Og svo fyrir þá sem eru mjög tæknisinnar þá eru þeir að tísta, mjög skemmtilegar á Twitter. Og svo gerðum við í kjölfarið þessu síðasta ekki sem var í fyrra og við erum búin að gera aðra ekki búin að koma niðurstöðan en við gerum svona viðhorfskönnun þar sem við spurðum hvort að fólk var hlynnt frekar uppbyggingu vindorku á Íslandi og 81% var hlynnt í og aðeins 7% sagði nei. Og við vitum að þetta var bara 2 vindmyllur komnar upp og þetta geti alveg breyst en þetta svona sýnir samt hversu mikið meðbyr þetta að fá fólk opið fyrir þessum orkukosti, minnst ennum sinn og við vonum alltaf að við náum að halda í þetta. En það var það sem við erum að skoða núna. Við byrjum á því að skoða allt landi. Við erum búin að láta gera vindatlas sem við eigum og svo hefur reyndar Veðurstofa Íslands gert líka vindatlas og hann opinn fyrir öllum. Og þar sést að það eru ótrúlega margir staðar á Íslandi sem eru mjög hentugir, eða þar sem vindurinn mjög sterkur. Þannig að við hefum verið að reisa 10 metra há mælimörstur viðsvegar land, bara til að rétt, þau segja manni lítið og segja manni bara hvort að vindurinn sé sterkur eða ekki og úr hvað átt hann kemur. Og það markmið með því var að reyna að geta flokkað virkjunarkostuna eða þessar staðsetningar eftir því, eftir hagkvæmni og orkugetu og umhverfis- og samfélagsáhrifum. Við höfum svo í fyrsta umgangi ákveðið að skoða 2 svæði eða einbeita okkur af þeim. Og þetta svæði við Blöndu þar sem við erum að skoða vindlund sem 100 megawatt. Við erum mjög lítið búin að gera það, þetta bara algjörlega á frumstigi mælingar þar og þetta búin að gera litlafuglarannsókn líka þar. En svo þarna við Búrfell, þar sem að vindmyllurnar eru, þar erum við að skoða þar sem fyrst 4 vindlundi sem geta verið 800 megawatt, en það líka eins og ég segja frumstigi nema einn af þeim. Við erum ákveðið að halda áfram með einn sem heitir Búrfellslundur og einn af þessum kostum við Búrfell. Og hann 200 megawatt og ástæðan fyrir því að við ákveðum að halda svolítið áfram og bara með einn og strax var náttúrulega að við vitum, þetta náttúrulega fyrsta sinn sem þetta gert á Íslandi, þannig að
við erum svona svolítið að íta á líka að það sé brugðist við okkur, sko, hvaða lög gilda og reglur og svo framvegis og sjá hvernig þetta gengur að fara í gegnum ferli með svona vindlund, eins og kjósum að kalla það. En verkhönnunarferli hafið og við hefum til dæmis í því skyni erum við búin að setja upp 80 metra hátt mælimastur, svona sem algjörlega samkvæmt erlendum stöðlum. Það náttúrulega lítið þekking innanlands þannig séð, þannig að við horfum mikið erlendis til það sem að gerast þar og þá alveg til Norðurlandana og fylgjum þeim stöðlum og reglum sem eru þar og við erum búin að vera að mæla þarna á svæðinu. En verkhönnunarferli felst svona mest í því að finna hentugustu stærð vindmyllur sem passar fyrir svæðið og við erum að skoða vindmyllur sem eru alltaf 3,5 megawatt. En það svona aflmestu vindmyllur sem í dag gætu þolað þennan vind sem á svæðinu og það gætu þá orðið alltaf 135 metra háar, miðað við þá vera 77 metra háar sem það í dag. Þannig að það eru töluvert stærri, en það svona það stærsta sem við erum að skoða. Nú, við erum að skoða hvernig best að raða þeim uppbyrjusvæðins og svo erum við að meta umhverfisáhrif af framkvæmdinni. Og við höfum sem sagt, þetta svo fín mynd, en hún dettur nefnilega út í sumum tölvu, þannig að hún vera stór, það hún svo nálega. Hún hérna á þetta leikvörslu, þá sjálfstæðan aðeins. En tillaga matsáðan liggur fyrir og hún þessi sem ég prenta út fyrir ykkur og þið getið lesið ykkur til alla þá þætti sem allir má skoða, en þeir eru gríðarlega margir. En svona helstu umhverfisþættirnir eru svona fyrir að fyrst að það verða ásýndin, en þetta eru stór mannvirki með vindmyllurnar og það sjást mjög vel og það er náttúrulega mikilvægt að greina hvað það sjást og hversu mikið. En að samaskapi þá það náttúrulega fjarlægðar eftir 25 ár eða 20 ár þegar líftíminn búinn og þannig að svona framtíðar umhverfisáhrif eru ekki mikil af þeim, af ásýndinni. Nú, hljóðvistinn, það hefur svona verið eins og mýtur það eins og ég segja að það sé mikið hljóð frá vindmyllum, en það ekki þannig með nútíma vindmyllur og það hefur orðið mikil tækniþróun í því og þetta svona aðalega hvernig spaðarnir eru gerðir og þess þvílíkt. Og þetta náttúrulega líka svona kannski aðalega þegar verið að byggja vindmyllur nálægt byggð en sem náttúrulega ekki málið þannig. En þær eru mjög hljóðlátar þessar vindmyllur. Varðandi fuglalífi, þá höfum við ákveðið sem við gerðum fyrst bara svona frumrannsókn eftir bara eins og það svo venjulega gert á Íslandi varðandi fuglalíf. En við ákváðum svo að taka þetta skrefinu lengra og fengum sem sagt háskólann í Árósum í Danmörku til liðs við okkur og þeir eru að vinna á Náttúrustofu Norðausturlands við að gera rannsókn sem algjörlega eftir því eins og það eru gerðar erlendis. Og það búið að vera radarmæla og ýmislegt þarna í bæði vor og í haust og ennþá mælingar í gangi og niðurstöður verða vonandi núna bara í janúar frá þeirri mælingu. En niðurstöður sem erlendis sýna að ef að það eru gerðar góðar fuglarannsóknir og vindmyllur séu ekki settar upp í farleiðum fugla, þá eru áhrif af vindmyllum algjörlega hverfandi áhrif. Það þannig. Nú svo varðandi samfélagið, þá höfum við líka ákveðið að gera mikið í því af því þetta náttúrulega stórt. Við erum að skoða til dæmis ferðaþjónustu og vorum í því í sumar að skoða spurja ferðamenn á svæðinu og við höfum líka ákveðið að fara í samfélagsrannsókn, spurja þá nærsamfélagi hvað þeim finnst þetta. Anna Dóra sér þessar tvær rannsóknir og þær eru líka gerðar áfram og halda áfram út næsta ár, en einhverjar niðurstöður verða núna í mögulega eftir áramót. Já, ég var ekki með meira hér, en